Unglingameistaramót Íslands fer fram í Hlíðarfjalli helgina og fengið til okkar 2 skíðakappa til að segja okkur aðeins frá þessu móti. Verið velkomnir, herra menn. Takk. Hvers mót Unglingameistaramótið? Þetta rauninni bara Íslands mót í aldursflokkunum 12 til 15 ára og svona tenging á milli handriðsleikana sem eru fyrir yngri krakka og svo upp í fullorðinsflokk, 16 ára eldri. Þetta svona þarna millistigið. Það var margir sem tala að þeir hafi hætt að æfa skíði þegar Andrés var búinn. Já, það svolítið svona, hvað maður að segja, það svolítið þröskuldur þarna. Já, að ná yfir. Já, ná yfir og þetta ekki engu síður sko minna mót. Nákvæmlega. Þetta mjög stórt mót og gríðarlega mikið keppni. Það færist alltaf meira og meira keppni í þetta og bara rosalega gaman. Og þetta margir þátttakendur? Það vel fyrsta skipti keppt núna í brettum og þetta eru svona rúmlega 100 krakkar í alpagreinum. Svo eru svona 25 krakkar á brettum frá 3 félögum á landinu og sirka 25 krakkar í göngunni. Og hvaða greinar eru þetta? Í alpagreinunum er þetta stórsvig og svig og samhliða síðan í brettunum er þetta brettakross og slopestyle eða brekkustíll. Brettakross er sem sagt bara... Þá eru startað nokkrir inn í brautina í einu og það bara kapp niður. Oh my. Já, og alls konar hindrunum á leiðinni. Já, alls konar leiðindum á leiðinni. Já. En ekki líka samhliða? Samhliða svig, jú. Þá bara einn á móti einum í eins brautum og það oft mikill taugatitringur og mikið að vera þar. Þetta er svona það skemmtilegasta fyrir okkur hin að horfa á minnstakosti. En hvað geturðu sagt við? Þú ert búinn að vera að æfa skíði lengi? Já, síðan ég var 6 ára. Og hvað er það nú við skíðin sem er svona heillandi? Sko, þetta svo sem heillaði mig mest að þetta var einstaklingsíþrótt. Þetta var sem sagt allt undir mér komið. Hvernig útkoma væri. Ef ég stóð mig vel þá og slitt. Ef ég stóð mig illa þá var mér að kenna og engum öðrum að kenna. Já, nákvæmlega. Þannig þetta var bara allt á mínum hæðum. Og þú ert að keppa í hvaða greinum og flokkum ertu að keppa núna? Ég er sem sagt bara komin í fullorðinsflokk og ég keppi í svíi og stórsvíi. Og þú hefur keppt á svona unglingameistaramóti? Já, ég keppti á því öllum 4 aldursflokkum. Og hvernig myndirðu lýsa fyrir þeim sem eru kannski ekkert inni í skíðabransanum, hvernig það er að taka þátt í svona móti? Þetta er náttúrulega æðislegt, þetta er náttúrulega okkar eða sem sagt þeirra Íslandsmeistaramót. Þetta er sem sagt aðalmótið þeirra og þetta er hluti af bikarmótið og lokamótið það. Og þetta er bara allt undir og Íslandsmeistaratitil í húi og þannig að þetta er... Þannig að þetta er meiri keppni heldur en bara svona eitthvað að þetta er ekki bara svona fáum okkur kakó og verum hress í brekkunni, þetta er alvöru... Já, þetta er svona meiri keppni heldur en andrúmsloftleikarnir til dæmis, því að það er svona leikari þá miklu meira haldið utan leikinn það sko. Hann er bara alvöru? Já. Og hvernig gekk þér á þessum mótum? Það var svona upp og ofan, þegar maður var yngri þá var maður svona svolítið að taka þetta á frekar miklu afli og þá var maður ofta að fara út og svona. En svo gekk þetta bara ágætlega. Maður náði nokkrum pöllum, náði aldrei sigri en pallið var nóg fyrir mig í það skipti. Geturðu nefnt eitthvað bara svona, hvað er það eftirminnilegasta? Ef þú verður að segja barninu þínu frá eftirminnilegu atviki frá unglingameistaramóti, hvað myndirðu nefna? Ég hugsa að sé fyrsta mótið þá fór ég til Ísafjarðar og það voru svona frekar svona slappar aðstæður eða bara þegar veðrið bjóði ekki upp á. Og endaði þannig að félagi minn Hákon Valur Dansson, hann vann sem sagt mótið á einni ferð. Þá sem sagt höfðu byrjað að keyra ferð nr. 2 en aðstæður buðu ekki upp á hann. Og hann var síðasti maður sem fór í seinni ferðina. Hann datt svo hrikalega og endaði út í læk að þeir slógu mótið það. Þannig að hann fyrir ferðin var nátt í gilda og hann vann sem sagt á henni. Magnað. En þetta er það sem kannski lýsir einmitt svona, þetta er svo mikið, íþróttir eru svo mikið meira en þó að keppnin sé náttúrulega aðalatriði og kannski kveikjan og sprautan að því að allt annað fer í gang. En þetta er náttúrulega líka verið að skapa minningar og gleðistundir og samveru. Klárlega, þarna ertu út í náttúrunni og það er alls konar þættir sem koma inn í skíðaíþróttina sem hafa áhrif á þetta. Og veðrið hérna á Íslandi er eins og við öll vitum. Áreiðanlegt. Mjög áreiðanlegt. Og mjög fasti í því, eða þannig. Þannig að það er ýmislegt sem getur gerst, hvort sem það er aðstæðutengt eða eitthvað annað, sko. En er almenningur duglegur að mæta á skíðamót bara til þess að njóta og fylgjast með? Það er náttúrulega
allir aðstandendur og í kringum iðkendur og þá sem eru tengdir þessu sko, en það er ekki mikið að svona almenningi sem hefur enga svona... En þið mega það? Já, mega það, allir velkomnir í fjallið og taka þátt í þessu. Ef það væri einhver sérstakur tími helgina sem væri skemmtilegast fyrir svona hinn almenna áhorfanda að kíkja, hvenær myndirðu ráðleggja að mæta? Það allir sé ekki á laugardegi eða sunnudegi, það bara annað hvort, það nóg að vera í fjallinu, bæði á göngusvæðinu, í brettaparkinu og upp í strítu í Alpagreinunum, það bara hvað hverjum og einum langar að sjá eða gera sko. Nákvæmlega. Það er nóg að vera. Ég veit bara að ég verði til í svona slagsmálalæti, hvenær bretti og samhliða sig. Manstu þetta? Samhliðasvíð sett á mánudaginn og ég held að brettakrossið sé sett á sunnudaginn. Þannig að þú getur náð báðum. Ég get náð báðum. Mjög gott, ykkur hasar. Þetta er gaman að fá okkur í heimsókn og við bara hvetjum fólk til þess að mæta. Við vonum okkur svo við tökum heimóttaskap, en er einhver sigurstranglegur akureyringur í þessum hópi? Já, við höfum keppendur hérna líklega. Líklega? Já. Áfram þið. Takk fyrir komuna. Takk sem við. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.